Hæ, við ætlum að halda áfram með SketchUp. Við erum hérna með festingu sem búið að teikna og hún er rauninni component, það er búið að vista hana sem component. Ef við útskýri það eins nánar, ég ætla að smella hérna, ég ætla að copy move tool, ég ætla að færa þetta eins frá hérna, svona. Það sem búið að gera er það búið að vista hana hérna sem component, make component. Og ég ætla að fara tilbaka og gera explode, þá get ég farið aftur í venjulegt formið og haldið áfram að breyta. Ef ég er búinn að búa til component og þarf að vinna í forminu áfram, þá þarf maður að tvísmella og þá get ég unnið í því. Get farið hérna eins og breytt og bætt eða gert hvað sem er, bætt við línum. En leið ég fer út aftur, þá kemur hitt formið, hitt hverfur á meðan. Ok, ástæðan fyrir því við erum að búa til component, við viljum að hlutinni geti farið saman og við viljum geta náð þeim í sundur aftur. Ef ég myndi fara hérna og gera explode svona og fara síðan í copy move tool og færa þetta hérna saman svona og ef ég ætla að ná þessu í sundur aftur, þegar þetta er ekki component, þá er það nánast ógjörningur því að þetta er allt fast orðið saman. Ok, það fara í Ctrl-Z tilbaka og ná þessi sundur. Einnig varðandi component, þá getum við fjölfaldað komponentinn, tökum dæmi, og breytingarnir sem við gerum á upphafseintakinu, það færist yfir á hinn. Þessi er vistaður sem komponent, ég ætla að fjölfalda hann hérna með copy move tool, vista hérna, halda Ctrl-takkanum inn og draga, sleppa. Svona og ég ætla að vista annan svona. Það fari í þennan upprunalega og ég ætla að draga hann upp svona og sjá að hinir breytast líka. Ctrl-Z. Ok, þannig að þetta er ein af þeim ástæðum af hverju við erum að búa til component. Ef ég vil losa þennan hérna frá því að breytast, þá get ég smellt hérna og hægri smellt og gert make unique. Svona. Nú fer ég í þennan og breyti, tvísmelli og sér hann er dottinn úr keðjunni og ég fer hérna og lyfti þessum og geri ok. Við sjáum að þessi hérna hann breytist ekki því hann var orðin unique eða sjálfstæð eining. Það þarf aftur tilbaka og gera Ctrl-Z. Svona og alveg tilbaka. Svona. Við sjáum ef ég smelli hérna á komponentinn og ég fer hérna í components að þá getum við fengið yfirlit yfir alla komponenter sem við höfum búin til í skjalinu. Ég er búinn að afhaka þennan, hann er ekki lengur component og ég fer hérna og geri in model og þá get ég séð hvaða ég hef búið til áður sem component og ég get smellt hérna á þennan hérna og dregið þetta inn og þá fæ ég alltaf þetta skjal. Þannig að við getum rauninni búið okkur til hluti sem við getum alltaf dregið inn í skjalið. Ok, ég ætla að íta á Ctrl-Z og láta þetta hverfa. Svona. Velja þennan og gera component. Create. Næst ætlum við að skoða hvernig við stækkum og speglum formið. Ef ég fer hérna í Scale tool, smelli á þá sjá ég það kemur svona grind. Ég get stækkað og minnkað, ég get líka afbakað formið. Breytti, ég get líka farið í Ctrl-Z til að fara tilbaka. Ef ég fer hérna og smelli hérna megin og dreg það alveg og yfir, þá speglast það. Það er kannski betra að ef ég fer tilbaka og smelli hérna á formið og ég teikna einhvern flöt á það hérna, þannig að það verði ekki alveg symmetric. Smelli hérna, lyfti þessu upp, svona, fer svo aftur í Scale tool, fer hérna og dreg þetta yfir og læt þetta hakast svona og þá sjáum við að við erum búin að spegla formið. Þannig það er bæði hægt að stækka og minnka og spegla formið með því að ýta á Scale. Ctrl-Z, það fara tilbaka, ýta aftur á Ctrl-Z og losa mig við þetta hérna með ring. Svona. Það er einnig hægt að nota Scale tool
Það er einnig hægt að nota scale tool til þess að stækka eða minnka ákveðna fleti. Ef ég fer hérna aftan á, svona, og smelli á þennan flöt hérna með svarta bendlinum, tvísmelli og smelli á þennan flöt og ég fer í scale tool, þá get ég minnkað eða stækkað þennan flöt. Ég get haldið Ctrl-takkanum inni og breytt, sjáu þið. Þannig það er hægt að breyta flötunum hvernig þeir eru í laginu með því að velja ákveðin flöt. En það er líka auðvelt að afbaka fletina. Ef ég bara smelli hérna aftur á hérna, svona, tvísmelli hérna, og velja þennan flöt, móti, þá er mjög auðvelt að afbaka að gera eitthvað sem er ekki rétt í teikningunni. Svo hérna, þið sjáu hérna inn í enda. Það er Ctrl-Z, ok, Ctrl-Z aftur. Það er líka hægt að taka annað dæmi með því að hreinlega bara búa til kassa, svona, lyftir þessu upp í kassa og ég smelli hérna og ég smelli á scale tool, held Ctrl-takkanum inni og þá get ég dregið þetta inn. Eða þá bara sívaling, nær, scale tool, halda Ctrl-takkanum inni. Út í keilu. Já, þá ætla ég að þessu mjög hratt, svona og svona. Varðandi litina, þá ef við viljum fylla þetta hérna, setja einhvern lit á þetta, eða einhverja fyllingu, þá get ég tvísmelt og ég get farið hérna í Paint Bucket Tool, smelt hérna og við sjáum hérna að við fáum upp liti. Við getum fengið upp alls konar liti eða alls konar svona fyllingar eða alls konar svona textiles, eins og það kallast á ensku. Skoðum bara hérna, við skulum bara fara í Colors og við skulum fara og velja ykkur lit á þetta. Raunin maður smellir bara á litin og smellir á þau form sem maður ætlar að lita. Svona, maður þarf bara að passa að fara alls staðar í kring og ef maður ætlar að lita formið. En ef við viljum setja áferð, eins og til dæmis tiles eða eitthvað þannig, segjum bara metaláferð, hérna, þá get ég valið alls konar þannig möguleika. Pröfa að nota þennan. Svona. Og þetta þarf maður auðvitað að gera allan hringinn. Þannig að það er hellinga möguleikum hérna til þess að velja, til þess að skreyta módelið ykkar með annarkvort litum eða áferð. Hérna er ég svo búinn að klára litafestinguna. Við ætlum ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk fyrir.